Næstur Ólafur Þór Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, ég vil þakka talsmann neytenda og hagsmunasamtaka heimilina fyrir sína framsögur. Mér langar að spyrja talsmann neytenda, hann eins og hefur komið rauna fram hér áður í grundvallaratriðum ósammála á niðurstöðu skýrslunnar og ég held að það hafi komið fram í máli margra nefndarmanna hér áðan að þeir hafa vissar efasemdir að minnsta kosti, ef ekki, þó ekki fastar orði kveðið. En mér langar að spyrja Gísla Tryggvason að því hvort að hann telji að afnám verðtryggingar, og þá ég fyrst og fremst að tala afnám þeirra skuldbindingar sem að settar inn í framtíðina, þó við töluðum ekki með afnám aftur á bak, hvort að hún myndi hafa meiri og hraðari áhrif á neytendur heldur en til að mynda sú aðgerð sem að hægt að gera tiltölulega hratt og auðvelt að gera tiltölulega hratt, það að segja að minnka seigjuna í neysluverðsvísitölum, það að segja að þær séu uppfærðar miklu hraðar heldur en gert núna. Við vitum það að með því að, eins og ég kom inn á í máli mínu áðan, með því að vera í sífellu að setja inn í vísitölu dagsins í dag hluti sem að við vorum að neyta fyrir 1, 2 og 3 árum síðan, að þá erum við í rauninni að falsa raunveruleikann. Takk fyrir það, Gísli, gjörðu svo vel. Já, ég reyndi að koma inn á það í stuttri framsögu minni að það væru margir gallar sem að ég hef stuðst við rannsóknir á eða greina skrifum að það eru margir gallar líka á útreikninginu sjálfu. Ég vil þó maður viðurkenni einhverjir réttmæti verðtryggingar. Það í fyrsta lagi útreikningurinn þannig að sumir halda fram að það geti ekki lækkað lánin út frá bara innbyggðu samkennisáhrifum þeirra vara sem að koma inn í verðtryggingu og það getur hreinlega ekki lækkað eins og þingmaður kom hér inn á áðan. Nú í öðru lagi eru svokallar atvikshækkanir þeirrar gerðar að það valda því að það innbyggður galli í útreikningin og svo þetta sem þú nefnir að vegna mikillar neyslubreitinga hraðar undanfarin 2 ár þá niðurstaðan örugglega röng núna, verri en venjulega. En ég kannski næ ekki að fara mikið yfir skýrsluna en ég tek undir efasemdir hana vegna þess hver verkkaupin hvernig hann spyr og hver verksalinn líka og ég get svo sem í lengra máli rökstutt gagnrýni á hana.